Já, það komið nýtt ár og hvað gera menn þá? Jú, þeir hætta kjötátíð í bili og fá sér fisk. Í Fjallabyggð fiskbúð, nánar tiltekið í kjallara á Siglufirði. Sko, við erum með hérna fiskborð með bara fullt af ferskum fiski, fiskréttum og svoleiðis og síðan erum við að steikja fisk líka. Já, við erum bæði með fish and chips, fiskipitsu og fiskisúpu og það var raunin bara það sem við bættum við til þess að fólk geti tekið með heim eða borða á staðnum. Og það þetta mjög mikið af túristum sem að koma hérna og hafa ekki tök á því að taka fisk með sér heim og eldan og þá getum við eldaðan fyrir þau hérna, fish and chips og svoleiðis og borða á staðnum hérna eða úti í góða veðrinu yfir sumarið þar að segja. Ég ætla einmitt að spyrja þessu sko, því ég ólst upp gamaldags fiskbúð þar sem maður keypti bara eitt fiskflak og fór heim og sauð eða steikti, en þið bjóðuð upp á svo margt annað. Já, það held ég komin annað tími núna það ekki. Núna það eru fáið sem vilja fisk með bein orðið í dag. Þetta orðið bara fiskréttir og hreitt fiskur og svoleiðis. Já, bara í alls konar legi, bara sem tekur mjög stutta stund að elda og þetta í rauninni bara þú getur sett bara bakkann sem þú ferð frá okkur með fisknum í og beint inn í ofn í, cirka korter. Já. Hvers vegna fiskur? Það góð spurning. Það var í rauninni bara til að breyta til. Hann sem matreiðslumaður og Ég var búinn að vinna í kokkar í 20 ára örugglega og þá var þetta alltaf svona kvöld og nætuvinna, helgavinna, þannig að þetta var svona fiskbúðin opin snemma dags og þægilegt vinnuumhverfi. Já, ótrúlega fjölskylduvænt í rauninni. Já, og þú kemur allavega frá Akureyri til hvað, Siglufjarðar? Já, við búum á Ólafsfirði, við fluttum þangað og bara langaði aðeins að svona hægja á okkur og taka því rólega þarna í sælunni. Já. Sáum í rauninni bara fiskbúðina til sölu og ákváðum prófa að koma við og bara láta til Ég leit nú fyrst hérna inn og labbaði bara aftur út en hún dró mig aftur inn til að skoða þetta sko. Leist þér ekkert á kjallarann? Nei, mér fannst þetta dálítið svona drungalegt fyrst þegar ég kom inn sko. Ég vil nú viðurkenna það. Þetta var aðalega bara af því að það var svo mikið það sem þurfti að gera. Þetta var, Hér var bara gömul fiskbúð frá 1950 og þetta var bara eins og stíga inn í tímavél að koma hérna inn. Þetta var bara alveg eins og hérna fyrir 50 árum síðan sko og maður svona sá bara erum við að fara taka til hendinni og gera eitthvað úr þessu. En það var kannski líka aðalega því að við vorum með einn einsárs og svo einn nýfæddan að það var svona kannski það sem að hélt okkur svona nei, höfum við tíma, þú veist, verður þetta erfitt með þá en svo bara gekk þetta og gengur mjög vel. Og erum bara búin að stækka hérna fyrir 2 árum, 2019 náðum við að stækka búðin alveg allavega meira en helming, koma fyrir sætum og salerni og svoleiðis, þannig að þetta sitja hérna inni og borða. Þannig að það búið að ganga vel. Mjög vel. Það bara mjög vel. Þetta hægist hjá okkur í COVID-19 eins og öllum öðrum, en við erum búin að ná að standa okkar plikt og við bara bíðum betri tíma, sko. Það er líka bara misins með mánuðina, þú veist, janúar, desember, þú veist, þessir mánuðir eru fínir og eins sumrin, þau eru náttúrulega bara langbest. Mjög mikið. Það kemur mér mest á óvart að heyra þetta að sumarið sé besti tími. Það er aðalega steikingin. Það er eins og bara það eru ferðamennir. Já, ferðamennir og eins heimamennir líka sem er að koma og fá sér fish and chips. En það er bara mjög mikill ferðamanna fjöldi hérna á Siglufirði. Þegar skíðin eru núna komin á fullt, að þá fólk að koma hingað í góða veðrið, það kemur ekki til þeirri brjáluð veðurspá og norðanátt, sko. Þannig að þetta helst alltaf í hendur, sko. Ja. Og svo er bara næsta hol núna, það að þorrinn fer að nálgast og þá förum við í þorran á fullu, þorramatinn og erum bæði með þorra hérna í borðinu. Og hlaðborð. Nei, hérna, jú. Jú, hlaðborð og þorra bakka sem við höfum sendt. Og við tókum hérna í hitti fyrra, þá ákvaðum við að bjóða bara eldri borgurum og eins bara almennu fólki að hérna taka með, senda heim þorra bakka.